Recording. Og þá erum við komin hérna með upptöku í gang og við ætlum að fara í dag í verkefni 3C. Það DC mótor sem þá stýrður með Arduino. Og þá smellum við á það, hérna 3C DC mótor verkefnið og hlöðum því niður og þá ættum við að fá svona verkefni 3C, einföld hraðastýring með Arduino. Og við ætlum þess að sjá hvernig hægt að stýra mótor með forriti í C og líka jafnframt að teikna upp tengingarnar með fritzing. Sigurður, ég datt aðeins út. Hvað erum við að gera? Við erum bara að fara að útbúa þessa stýringu fyrir mótor með Arduino. Og við ætlum að byrja bara á því að opna fritzing forritið fyrir teikninguna hérna. Og setja upp þessa mynd hérna. Já, ég held að ég sé ekkert með það forrit. Ef þú ferð í innuna undir efni, þá ertu, Kristinn, með hérna undir forrit, þá smellirðu á líklega 64 bita fritzing. Prófa að smella á þar og setja þetta forrit upp hjá þér. Hvað heldur ég svona góða tölvu? Hún ennþá að hugsa, sko. Já. Þú smellir bara á þetta þegar hún búin að hugsa. Þetta PC-tölva hjá þér, þannig að þetta bara tiltölulega lítið PC-tölva. Nei, forrit sem að þú sért með litla PC-tölvu, lítið vinnsluminni, þá ætti þetta alveg að ganga á henni. Allavega, þá ætla ég að fara í það hvernig við notum forritið í þetta. Þá segi ég hérna fritzing. Og sjá, ég átti að vera með þetta hérna einhvers staðar. Það eitthvað farið. Ég ætla að ná forritið hjá mér. Já, ég held að það sé bara þetta hérna, svo sjá. Já, þetta verðist vera það og ég ætla að sjá hérna recent. Já, þetta verðist vera allt eðlilegt. Og ég ætla að fara hérna bara í new og það gerum við til þess að fá þessa plötu hérna. Við skulum átta okkur á því hvernig þetta á að tengjast hérna. Það erum þetta hérna hægra megin. Opnum þetta hérna. Og til þess að ná í þessa íhluti þá þurfum við að velja hérna ég get ekki minnkað þetta mikið meira hérna. Allavega að okkur vantar sem sagt venjulegt Arduino borð og stilliviðnám og ýmislegt hérna sem við förum betur í. Ég ætla bara að ná í Arduino snöggvast og þá smellum við hérna á þetta 8 á hlið hérna, táknið fyrir Arduino og ég ætla bara að ná í hérna Uno, Arduino Uno.
það fyrsta og dreifa hérna inn á. Það lítur nú einhvern aðeins öðruvísi út með myndina hérna en ég veist að sé alveg mjög svipað. Ég ætla að reyna að stækka þetta hérna. Já, hérna því. Hvernig fær ég þetta til? Svona, já. Og hérna hefur verið jörðin sett inn á ground. Já, þetta eitthvað aðeins öðruvísi. Já, þetta sannlega einhver skjöldur sem settur hérna núna. En allt í góðu lagi. Það á ekkert að trufla okkur með það að tengja þetta. Og við höfum ná pláss hérna megin til þess að fara í þetta. Við erum með hérna ýmsa íhluti hérna eins og stilliviðina. Við förum aftur hérna í core og þá sjáum við reyndar hérna, já, sjáum hér basic servo, ok. Bara venjulegan mótor, við þurfum að finna hann náttúrulega. Þú varst rétt hjá honum. Var ég bara rétt hjá honum, já. Já. Já, hérna hann, alveg rétt. Þetta bara DC mótor. Takk fyrir þetta og drögum hann inn á. Við setjum hann hérna fyrir ofan plötuna sem við tengjum þetta saman með. Og svo hefur við transistor hérna sem heitir TIP 120. Og já, það er spurning hvort það er hann NPN eða PNP. Það er góð spurning. Það sem við getum líka gert, það er að skrifa inn, smelt hérna á search og þá fer hún í load eitthvað og ég hef síðast verið að skrifa inn LED hérna. En ég ætla að skrifa núna inn TIP 120 og sjá hvað gerist. Gerst ekki neitt alveg strax, ég þarf að smella hérna á stækkunarglerið. Eða hvað? Já. Já, eitt og enter. Ekki neitt. Þá hérna skoða ég aðeins táknið að þessu og þetta verðist vera N. Já, mjög líklega. Þá finnum við þetta bara hérna sem N gerð af transistor. N og það er spurning hvort að maður finnur hérna tegundina en þetta virðist sko vera sama sko. Þetta er bara NPN og TO92 er húsið. Það virðist vera að við hérna sleppum með þetta hérna. Og ég ætla bara að prófa að draga þennan N-transistor hérna inn á og staðsetja hann hérna á góðum stað. Sjá, ætli sé bara á hann hérna. Svona. Og svo vantar okkur díóðu. Þetta er svona straumskipti díóðu til að verja okkur fyrir spanpúlsum frá mótornum. Hvar skildi nú díóðan vera hún hérna bara? Hérna er díóða. Og ég hef hana hérna tengda nálægt. Svona. Og þessi vír hérna hann á að fara á eftir niður í mínusinn. Ég tengi svo mínusana saman, ég ætla að merkja þetta hérna með svörtum lit og ég ætla að tengja mínusana saman hérna. Já.
þá hefur við hérna, tengjum við þetta hér frá og hingað. Og svo væri ekki úr vegi að tengja líka plúsinn. Við ætlum að breyta litnum yfir í rauðan. Svona, þá erum við komin með þetta hérna á endanum. Spurning hvort að þið sjáu þetta illa? Nei, vonandi ekki. Vonandi sleppur þetta hérna. Og síðan fleiri íhlutir sem við þurfum. Við þurfum þarna 10 kg mótstöðu hérna inn á eitt skautið á transistornum. Þá förum við í viðnáminn. Hérna ofan, já. Hér og ég ætla að draga þetta hérna fyrst út á myndina og breyta þessu í 10K. Þá fæ ég hérna, ef ég vel mótstöðuna, þá fæ ég möguleika á því að breyta henni hérna og þá vel ég hérna í þessum lista 10 kg mótstöðu, 10K ohm og þá litirnir komnir hérna, búið að breytast og ég tengi hérna í eitt skautið á transistornum. Svona. Nú, það eru fleiri viðnám hérna á ferðinni. Mér sýnist að það sé hérna 100 ohma viðnám. Það sem sagt fáum fleiri viðnám hérna, draugum þetta hérna inn á og ef ég vel hérna 100 ohma viðnám sem ég sýnist að ég að vera þarna við samkvæmt myndinni í verkefninu allavega og þá þetta 100 ohma viðnám og það ætla ég að nota sem sagt með sér þegar eru 2. Hvert fór nú hitt? Það lent hérna lengst niðri. Eða til vinstri eða hægri. Nei, ég veit ekki hvað það er. Ég vil bara ná í það aftur hérna. Og ég veit ekki hvort það hefur farið. Drega hérna. Það bara aftur 100 ohm. Svona. Og það hérna, eru 2 ljóstíðar. Hvað segið þið? Það er 1 rauð og 1 græn. Það reyna að festa þetta hérna. Pin. Það eitthvað dottið út hjá mér áður. Svo sjá, og ég ætla að fá aðra ljósdíóðu og láta hana vera græna. Já, hún valin hérna og þá vil ég litin hérna, color. Og hvað græn? Hér græn, einhver litur góður. Svona, þetta sleppur alveg. Já, ég get haft það hérna, sjá. Það eitthvað í sambandi við tenginguna. Kannski ætti að setja vírinn fyrst sem hérna á bakvið. Og þá fer ég hérna undir og það er kannski skemmtilegra að taka þetta eitthvað aðeins síðan til hliðar, ég veit ekki. Kannski betra. Og breyta lit hérna á þessu og reyna að færa neðans. Færa hann örlítið hérna, svona. Svona og þetta var önnur ljóstíðan. Þessi græna sem ég ætla að setja hérna. Já, við svona.
þá er allavega línan ekki alveg undir eins og á myndinni. En svo er það hin ljóstíðan sem að kæmi þá væntanlega hér og þá sé ég hvað ég tek hérna. Þá tek ég línuna hérna yfir. Svona. Þá get ég staðsett ljóstíðana hér. Og þannig að þetta er þá mínusinn, já. Hér erum við að snúa þessu hérna. Hérna, þetta er tengt svona yfir skurðinn. Og þetta á að koma frá Arduino borðinu. Ég þarf bara aðeins að átta mig á því hvað þetta á að tengjast. Sýnist þetta á að fá 7 eða tengjast inn á grænu ljóstíðana. Já. Þetta er 9. 8 er inn á rauðu. Sé ekki svona. Og já, ég ætla að breyta þessu í eitthvað annað. Það er svona. Og svo er þetta, já. Ertu til að setja inn hennan hérna stilliloka? Nei, ekki stilliloka, heldur hérna stillanlega viðnámið hérna niðri. Já, ég skal fara í það fljótlega. Takk fyrir. Stillanlega mótstöðu, þá er hægt að leita að því með því að segja sem sagt varistor eða eitthvað slíkt. Smella hérna varistor, kemur eitthvað út á því? Nei, það er hérna variable resistor. Resistor. Er það? Það er ekki mikið að græða á því. En þá þurfum við bara aðeins að skoða efnislistan. Sjá hvort að við finnum ekki eitthvað út úr því. Hér höfum við stillimótstöðu, hún er ekki kannski alveg eins öflug eins og, lítur ekki út fyrir að vera mjög öflug, en þetta er stillimótstöða samt sem áður. Og það virðist vera með pinnum. Svo er encoder. Herðu, ég er búinn að finna hana, ég skrifa bara vari og það kemur hún aðeins neðar. Ok. Bara VARI og þá kom. Vari og enter. Þá kemur eitthvað hérna meira að dóti. Og já, hún er ennþá að leita. Þetta er margir í hluti. Leifum að klára að fara yfir þetta allt saman. Og hérna er komið í 100% og þá er bara að fara hérna neðar. Og ætla að sé þá ekki þessi hérna. Nei, þetta er switch. Það er nánast ekki bara alla í hlutina og skellt hérna. Hvað er þetta hér? Þetta er potentiometer. Það gæti verið þessi hérna. Ok. Sýnst það bara að sé þessi hér.
Ég er að snúa henni hérna. Fyrst vera öflug. Þetta frá einhverjum sérstökum framleiðanda hérna. En mér sýnist að þetta sé svona nokkurn veginn það sem við höfum verið að leita að. Já, það er sjálfsagt til einhverjar fleiri tegundir hérna. En ég held að þetta sé bara ágætis stillimástaða. Og þá tengjum við hana. Við förum sem sagt yfir í plúsin hérna. Það er þessi rautt. Og hér erum við með analóg 0 sem við tengjum hérna. Breytum því þeim í grænan lit. Og svo lokum þá tengjum við þetta í mínus og höfum þetta svartan lit. Svona. Og svo þurfum við náttúrulega að tengja spennu, gjafaspennu yfir í þetta. Setjum, já, getum við, ætli þetta sé ekki best að setja þetta, 5 V spenna hérna frá. Tengjum hana hér, breytum litnum í rauðan og síðan myndum við ná í jörðina gránt hérna og höfum hana svarta. Svona, Mildcore Black. Svona myndum við sem sagt tengja þetta og síðan þá þarf ég aðeins að átta mig á hvaða númer eru hérna frá endanum. Þetta er fjórði pinni frá endanum. Það ætti nú að vera hægt aðeins að sveigja þessa línur til. Þannig að maður sjáu betur tengingarnar. En núna þá er bara málið að tengja upp í kringum mótorinn. Og þá kemur plúsinn, hann kemur inn á mótorinn hérna fyrst. Setjum við það bara beint inn á þessa línu hér. Og já, það er svo sem hægt að draga þessar línur eitthvað lengra. Nei, hvernig var það? Já, maður fer bara hérna frá. Ok, þú hægt að beygja þetta eitthvað til. Já. Það er kannski hægt að bara nota einhverja millitengingu hérna. Sigurður. Já. Hann vill ekki downloada þessu. Ok. Hann segir bara can't be downloaded securely. Smellir á og segir sem sagt save target as. Hefur prófaðu það. Á hægri smellir á skrána sem að er þarna og já, tekka því gott að það gengur. Nú við þurfum að tengja hérna díóðuna. Skulum sjá. Og það þarf að vera sem sagt í gegnum transistorinn, það er þá miðjan hérna.
að maður að reyna að átta sig á því hvernig þetta er framkvæmt. Kannski geti ég látið þetta fara fyrst hérna yfir og síðan hérna ná sambandi við, já. Svona, og ná síðan, já, þetta er kannski hægt að fara allavega hingað og færa þetta svona. Þetta gengur líklega, þetta var, ég ætla bara að breyta sig grænan. Svona, þannig að það verði grænn alla leið hérna út í mótorinn. Og þessi litur hérna fyrir plúsin, hann ætti eiginlega að vera rauður sko, sem fer yfir í þennan gula. En þá er bara að klára að tengja transistorinn. Þá virðist vera hérna að útgangur hérna 3, að hann eigi að fara yfir í mótstöðuna, yfir þetta viðnám hérna. Og við bara að búa til smá vír hérna og síðan er tengt frá transistornum, þegar ég er búinn að ná sambandi við líklega þetta, þá baseinn hérna. Það stendur hérna, stendur emitter hér, base, og kollektor. Já, þetta verður fróðlegt að vita. Ok, við klárum að tengja þetta eftir þessari mynd hérna og kannski er hægt að víxla þessu einhvern veginn. En frá þessum stað hér þá tengist inn á miðjun á transistornum, verstura, hérna, svona, og á þessum enda hér tengist yfir á anóðuna á díóðunni. En þá er spurning, hvað vantar í rauninni, já, þá ætti þetta að vera komið líka. Það er þetta örlítið svo þið sjáið tengingarnar allir leyti. Það er nema mínusinn á bara eftir að sjást hérna. Ok. Aðeins að opna hérna eina skrá. Já, ég myndi halda að við þyrftum aðeins að breyta þessu út af tengingum á transistornum.
Ég ætla að reyna núna, fyrir eftir hvað þeir eru staddir náttúrulega, hvort að það er möguleiki. Ég ætla að reyna núna að breyta þessari mynd og mér sýnist að þetta sé svolítið ruglað hérna, hvernig mótorinn er tengdur við transistorinn. Þannig að ég var að reyna að laga það. Þetta með skautin hérna sko, að þá passar þetta ekki alveg. Beisin er í miðjunni hérna. Og hvaða skaut er þetta? Þetta er kollektorinn. Já, þá ætti transistorinn að tengjast hérna við mótorinn inn á kollektorinn. Þannig að ég þarf að færa þetta hingað. Já, býttu nú við. Af því að mótorinn tengist í plús. Að þá tengist þetta hérna síðan niður á mínus. En já, mér finnst díóðan vera svolítið staðsett svolítið illa hérna. Hún ætti í rauninni líka að snúa sko ætti að fara frá plús og yfir á mótorinn sem sagt. Þannig að hérna ég myndi breyta þessu hérna, snúa díóðanu við. Þetta hérna er sko katóðan, þetta hvíta hérna. Þannig að ég þarf að laga það. Og þetta hérna færi ekki í 0, heldur færi sem sagt hérna í plús spennu. Rautt hérna. En þá fer þetta hér. Ekki, sko, díóðan færi bara yfir mótorinn, myndi eyða spannpúlsum þar, og það gerir hann svona. Síðan þá þurfum við að tengja sem sagt neðri endan inn á kollektorinn og það er gert hérna. En við færa þetta hér. Þetta ætti að fara inn á beisin. Við þurfum að tengja viðnámið inn á beisin. Það ætti að gera það á ýmsa vegu. Þetta færi alveg hingað, kannski svona, og þetta hér, svona. Þannig að þá beisin var í miðjunni. Þetta er beis. Og emitterinn er þá hérna til vinstri. Þetta er emitter. Og þá þurfum ég að tengja emitterinn til mínus. Þá þurfum ég að gera það svona. Ég fer hérna í mínus og inn á þennan hér. Og ég ætla að breyta litnum í svartan því að tengja þetta í mínus. Svona. Þá fæ ég sem sagt tengingu frá útgangi hérna þristinum. Þá fæ ég púlsa hérna út á beisin hérna í miðjuna. Og emitterinn tengist niður í mínus. En kollektorinn tengist inn á mótorinn, neðri endan á mótorinn. Og mótorinn tengist efri endin upp í plús.
Og þar sem sagt katóðan tengist upp í plús og eyðir spanpúlsum svona frá móttöku. Þetta aðeins að gá hvernig að skematíska myndin lítur út núna. Þetta er náttúrulega allt annað líf. Þú þurfum við bara að reyna að raða þessu upp þannig að við fáum hérna plús inn á mótorinn, já, hvar kemur hann? Hérna er ground, já, þetta er á þessa ljóstöðu. En býtum við stillimótstaðan, já. Þetta er afreiðisdíóðan, eða straumskiptidíóðan. Aðeins að snúa þetta örlítið, sjá þetta betur. Aðeins að færa þetta til. Og já, þá er það hitt viðnámið hérna, sjá, hér. Já, þetta er fyrir þessar tvær ljósdíóður. Ok, og þær tengjast allar, inn á, það er einhver villa hérna varandi stillimótstöðuna. Það er eins og hún sé að tengjast í, sko, analóg inngangurinn, hann ætti að fara inn í þetta hérna. Já, já. Þannig að þetta virðist vera eitthvað, endin hérna, sem sagt, virðist vera á hérna vitlausum stað. Þetta var bara tengjast plús og mínus. Þannig að ég hugsa að ég þurfi að víksa það sem tengist inn á A0. Það gæti verið það sem að tengist inn á mínus. Við að prófa það. Þetta hérna. Það kom ekki, þetta er pót. Já. Prófa að fara með þetta inn á A0 og sjá hvað það gerir. Svona. Hvað gerir þetta? Já, þá fer þetta virðist vera miðjan sem fer inn á A0. Og hitt, það átti að fara inn á, og nú er þetta væntanlega plúsin hérna, og hitt fer inn á mínus. Þá fyrir að skoða hvernig það gengur. Þetta fer inn á mínus, já, það passar. Þá fer þetta hérna inn á mínus. Og það er möguleiki að sé bara betra hreinlega að færa þetta svolítið til, þessa íhluti. Og láta það til dæmis hérna eins og viðnáminn. Það tengist héðan frá og hitt tengist héðan frá. Og þá er best að tengja, já, það er eins og þetta sé einhver staður hérna á þessu, ég ætla að eyða, sjá, já, þá fer þetta svona. Og þá er í rauninni, það er maður að reyna að átta sig á því hvernig best er að hafa þessu. Þetta fer í ground hérna og það fara í rauninni allir íhlutir hérna í ground, býtum við, til að transistornum
eitthvað á þessa leið hér og viðnámið inn á beisinn. Það er hérna. Það kemur hér og kemur út frá analóg útgangi hérna, eða ekki analóg, þetta er rauninni, þetta er digital útgangur 3 en við fáum sem sagt púlsítar mótaða merkið þarna út og inn á beisinn hérna og best væri að snúa við mótornum og ljósdíóðinni. Spurning hvort það hægt að segja hérna að ekki sannlega bara eitt í einu. Flip horizontally. Já, það er betra og þetta hérna líka, flip horizontally, svona. Þá erum við komin með sem sagt, þetta fer inn á plus, þetta fara inn á plus líka. Já, það gerir það. Býtum við að gera það hér. Það er þessi plus hérna, 5 volt. Þannig að þessi tengist inn á mínus, þá er best að færa þessa ljósdíóðu líka hérna. Nei, býtum við. Svona. Að færa ljósdíóðuna hérna niður líka. Og snúa henni aðeins og þetta við svona. Þá fer þetta nú alltaf skýrast. Svona. Og þá kannski hægt að hafa þetta svona alveg í röð. Svona, og þetta fer inn á ground. Og þetta kemur sérst inn á beisinn. Á transistornum hérna og svo er hérna miðjan á þessari mótstöðu. Já, hún tengist líka í mínus og það er kannski gott að fara bara með hana alveg niður í þessa tengingu hér. Svona. Þetta er sama tengingin. Það er þetta aðeins til. Og þá ætti þetta að vera fara bráðum að vera komið, en já, þetta er rauninni bara plusinn hérna. Sjá, stækka þetta aðeins. Þetta hérna eru pluslínur, svo við fáum hérna rauðan lit á þetta, því að þetta er plus. En þetta hérna er stýrilína, þannig að það er alltaf að hafa hana til þess græna eða einhvern veginn. Já, þetta kannski sést ekki nógu vel. Hafa þetta bara á græna línu. Svona og nú sé ég ekki alveg hvað ég er komið hérna langt. Svona. Spurning með að færa þetta kannski nær, jáfnvel. Já.
aðeins nær svona og laga aðeins línuna til svona. Svo bara plúsinn hérna. Hann laga það. Ég plús inn á díóna og mótorinn. Og fá hérna lita á þessa línu. Og þetta hérna á leiðinni til mínus, þá geta hafa þetta aðeins öðruvísi lit, kannski gráan eða eitthvað, það sést svo illa. Það er svartan. Og þennan lit líka. Já, ok. Já. Svona, þá að koma þessu örlítið nær hérna. Þetta myndin verður ekki allt of stór. Ups. Nú, datt þetta út. Býtum við. May have crashed, but some of the changes may be recovered. Okay. Okay. Hvað er þetta? Ójá, það slapp. Og þá bara að reyna að klára þetta. Ég þarf að stækka þetta svolítið. Satt. Hérna við með, það aðalega transistorinn, að færa transistorinn til hérna. Svona. Og kannski að snúa þessu aðeins. Svona. Og snúa þessu svona. Ok. Þetta var plúsinn. Við ætlum að hafa hann rauðan. Færum þetta aðeins nær hérna. Svona. Og þetta hér önnur lína. Svona. Heldur en þessi hérna. Kannski færum þetta aðeins ofar og þetta sýnist ekki fara hérna ofan í hinna pinnana. Svona. Þetta hérna verður þá rautt hjá okkur. Þetta hérna kannski grænt. En hitt svart og þá búin með þennan hluta hér. Færa þetta aðeins nær hérna. Já, þetta viðnám hérna. Má hafa svolítið nær. Og þetta getur verið. Og mótorinn kominn hérna.
Og þá er gott að setja hérna lit á þetta hér. Og við vorum með þetta hérna sem, já, vantar eiginlega, já. Sett hérna, já, svartan, þetta er bara svartan. Hvað gerist núna? Það er sem sagt mínusinn hérna, ground, sem það þarf að tengja. Svona. Ok. Þessi hérna lítur, já. Og þessi hér. Og við erum með hérna sést þessi litur nokkuð? Já. Svona. Og síðan þessi hérna. Svona. Á svona aðeins, þetta smá aðskilið. Nú, þessi viðnám mættu koma aðeins nær. En ég næ ekki að hreyfa þetta saman. Þannig að það getur verið að þetta frjósi hjá mér og fari út. Sennilega er þetta bara 32 beta útgáfan. Sjá, file, recent files, hérna. Þetta sé það sem við vorum með. Já. Ok. Þannig að það var allavega eitthvað komið hérna af þessu. Þetta er langt komið, sem sagt. Transistorinn hérna tengdur við mótorinn og vantar bara að þýni sér þetta varandi litina á gírónum. Svona. Og ég held að það sé nánast allt komið annað. Svona. Og ég vil færa þennan aðeins til. Þennan mínus. Þá held ég bara að teikningin sé tilbúin hjá mér. Ég veit ekki alveg hvar þetta hérna, já, ok. Þetta var bara hérna, það var rásinn, það er part 1 hérna. Það. Þá þarf ég bara að ná í alla þessa mynd og setja hana yfir í skýrsluna. Og ég reyna að stækka hana eins og ég get.
eins og næ bara hérna á skjánum. Það ekki víst að ég ná þessu alveg svona stóru. Svona, ég næ þessu svona. Þá fæ ég hérna Snipping Tool og tek myndina, skematísku myndina. Svona, copy og yfir í skjalið. Það vista þessa mynd svona til öryggis. Ég hef aldrei orðið var við að þetta væri svona óstöðugt fyrir núna og sennilega þetta vegna þess að ég með að nota 32 bita útgáfu. Ég fann bara ekki hérna kennsluskrána. Hér set ég hérna myndina úr Fritzing fyrir neðan og lítur hún út svona. Þá hún komin hérna. Og nú bara eftir að skella þessu upp í Arduino-kortið og prófa. Ég ætla aðeins að ná í smá búnað. Já, þá erum við með hérna ýmislegt. Næsta skref þá að setja þennan kóða inn í forritið, inn í sem sagt Arduino IDE og sjá hvernig þetta lítur út hérna. Hérna Arduino forritið. Og ég segi hérna file og new. Hreinsa þetta hérna út. Því að öll skráin ætti að koma þá hérna óbreytt. Líklega byrjar þetta bara svona.
Það var að sjá hvort að þetta hérna, já, það virðist vera endinn á forritinu hér. Sjá hvort að þetta gengur. Já, við skulum sjá, þetta er kóðinn og hér er fyrst þess að skilgreina pinnana, analog input pin, það er sem sagt analog 0 frá stillimótstöðinni, sensor value 0 og svo output value 0. Hérna, transistor pin, þetta hann er númer 3 hérna, þetta er útgangurinn út á basin gegnum viðnámið og þá er þessi gildi sett hérna inn í byrjun, 0 í sensor value og 0 í output value og hérna erum við með þessar tvær ljósdióður sem tengdust pinna 8 og 9 að þetta er skilgreint sem útgangar. Pin mode 8 er output og pin mode 9 er output. Og síðan er útgangur líka hérna transistor pin. Það er líka skilgreint sem útgangur. Nú síðan keyrir þetta endalaust þetta forrit hérna sem að byrjar þá við að lesa inn sensor value, þá lesa hann inn hérna analog read á analog in pin sem er hérna frá stillimótstöðinni A0 og síðan er verið að hérna skala hérna gildið, þetta er map skipun fyrir output value og þá erum við að skala þetta til þannig að þetta passi fyrir útganginn til að við getum breytt hérna á milli þess að 8-bita tölu og hvað er þetta? Það er ekki með reiknivél 10. En já, við skoðum það betur. Hérna er sem sagt þá analog write, þá sem sagt segir hérna if sensor value er minni þó 160 þá hérna þá kveikjum við á ljósdióðu 8 en slökkvum á ljósdióðu sem tengd pinna 9 annars að þá breytist sko staðan á númerinn verða þá hérna annars hérna verður 9 með háttgildi og 8 með lágtgildi, pinni 8 útgangurinn og síðan hérna er seinkun. Þannig að það er sem sagt sent hérna út á transistorpinna það gildi sem að kemur hérna í sensor value. Og þá er bara að sjá hvort að þetta hvort það er í lagi með þetta. Ég smelli hérna á 17. nóvember hérna og þetta er að keyra, þetta er að compila. Hvað segir það?
bara. Bara á það. Já. Það er vinna hjá mér. Það vinna, já. Ertu í Teams? Já. Í upptöku. Og þetta virðist vera villulaust, þannig að við ættum að geta sendt þetta niður. En ég ætla að fara fyrst í gegnum þessar spurningar sem eru hérna í lokin í skýrslunni. Svo að hérna höfum við sem sagt í lokin á verkefnu 3C sem sagt hvaða 4 heiti eru skilgreind í byrjun með INT. Og það er nefnilega málið að það var hérna efst uppi í forritinu INT. Þetta er náttúrulega bendir til þess að þetta er heiltala sko á ákveðinni stærð og þá er þetta skilgreint hérna analog pin, sensor value, output value, transient pin og þetta hérna. Tökum þetta hérna niður þannig að það sem að þetta þýðir er þetta hérna svona að já, þetta sjá hvort það er svona og þá er þetta analog pin A0 það er inngangur analog nummer 0 er runni frá stillimótstöðu. Síðan kemur næsti sensor value 0, það er heiti á í runni óskildi eða sensor value og það er 0 hérna í byrjun. Þess vegna er 0 sett hérna. Þetta er sett inn í minnisólfið í byrjun. Síðan kemur output value, það er líka 0 hérna í byrjun. Þess að heiti á stýristærðinni eða output value og það er sem sagt 0. Og að lokum er hérna transistor pinni, þannig að sem sagt pinni 3, þetta er digital output, pinni 3, hann fær nafnið transistor pin. Og síðan kemur hérna spurning hvaða inngangur, númer hvað er notaður fyrir stilliviðnámið. Og það er þessi hérna, A0. Og svo eru fleiri spurningar hérna neðar. Skoðum það. Hvað nafn fær inngangurinn? Já, og sem sagt að þetta er þá nafnið á hann með þá analog pin hérna. Sem að hann fær.
Svona. Hann er þá kallaður analog pin, þessi A0. Og hvernig eru svo útgangarnir skilgreindir? Útgangana þá höfum við þá hérna sem sagt pin mode 8, pin mode 9 og pin mode transistor pin sem útgang. Þannig að þeir fá þetta. Og reynum að svara því hérna. Að útgangurinn eru skilgreindir þannig að pinni 8, hann fær sem sagt merkinguna útgang sem sagt, það er pin mode 8. Útgangur 8 er útgangur, það er skilgreindur sem útgangur og hann hefur ekki kannski sérstakt heiti nema það er bara, við skilgreinum bara pinna 8 og 9 sem báða sem útganga. Hins vegar fær hérna transistor pin sem fékk pinna númerið 3, sem sagt int transistor pin og þessi transistor pin, hann er skilgreindur líka sem útgangur. Og þannig að pinni 3 fær nafnið transistor pin. Og það var hérna sem sagt. Transistor pin, það var pinni 3. Það var skilgreindur hérna. Ok, síðan er spurt hérna næst. Hvaða pinnanúmer eru útgangar? Það eru þessi sem sagt pinni 3, 8 og 9. Svona. Síðan er spurt hérna, hvaða skipun skalar merkið frá stillimóðstöðinni fyrir útganginn? Það er þessi skipun hérna sem við sjáum hérna uppi. Það er þessi hérna map skipunin. Hún skalar þetta merki. Þannig að við hérna, já, við förum og setjum þetta hérna fyrir neðan. Þetta var eitthvað. Þannig að við tökum þetta hér. Og setjum þetta hérna. Þetta er það sem að skalar þetta hérna fyrir útganginn. Og síðan er spurt hérna hvernig þarf að breyta kóðanum til að rauðaljósi komi inn við tölgildi 200 í sensor value.
Sem sagt það kemur núna inn við 160 var það ekki? Hérna. If sensor value meira eða jafnt á 160, en þá myndum við bara breyta þessu 160 í 200. Þá myndum við setja þetta inn svona. Breyta þessu svona. Þetta var 160 hérna, en þá myndum við breyta þessu í 200. Og síðan hérna, já, síðan bara vísun í heimildir hérna. Þannig að þá sjáum við betur hvernig þetta útbúið. Og þá í rauninni ekki fleira í þessu verkefni sem ég þyrfti að taka upp. Við erum búin að framkvæma alla þættina í þessu og það eina sem ég á eftir að gera er að tengja þetta og sýna hvernig þetta virkar. Þannig að ég ætla bara að slökkva á upptökunni núna og sjá hvernig það gengur líka hjá ykkur.